Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 704 haldinn í Stapa Hljómahöll þann 7. október árið 2025 klukkan 17 er hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Trausti Arngrímsson, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Sandes, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig er hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 6 mál, fundargerð bæjarráðs frá 18. og 25. september, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. september og 3. október, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 23. september, fundargerð sjálfbærniráðs frá 24. september, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 24. september og að lokum fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 27. september. Kæru bæjarfulltrúar, þá hef ég hér leika á bæjarstjórnarfundinum okkar og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 18. og 25. september síðastliðnum og orðið er laust fundargerði bæjarráðs. Guðbergur Reynisson. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hérna undir fundargerð bæjarráðs frá 18. september og vil svona skjóta inn í með fyrsta lið, bílastæðasjóð Reykjanesbæjar. Ég tók þátt í stofnun þessa bílastæðasjóðs og þetta er mjög þarft verkefni. En ég ætla að vona að við auðvitað lögðum af stað og aðal ástæðan var sú að við erum með mikið af bílum sem eru lagðir ólöglega bæinn og við erum með óskráða bíla hingað og þangað sem er erfitt að fjarlægja. Og ég ætla að vona að við séum ennþá öll á þeirri leið en að við séum ekki að fara í þetta Reykjavíkurmódel eins og maður er að heyra að fólk getur ekki eins og lagt fyrir utan heimi á sér. Við skulum hérna reyna að komast frá því og langar til þess að bara að við séum öll sammála það, að við séum að koma í veg fyrir þessi ólöglegu bílastæði og bíla sem er lagt í lengri tíma sem enginn veit hver á, heldur en að við séum að hérna fara að ráðast inn í íbúðahverfin og til íbúana. Þannig að bara förum varlega í þessu, ég vildi bara benda á það. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, ég ætla bara að taka undir orð bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar hér að það er akkurat hlutverkið sem við tókum þarna jákvætt í. Þetta snýr einmitt að eftirliti með gámum og númerslausum bifreiðum. Það er ákveðin tækifæri þarna í eftirliti hjá okkur, líka varðandi óleyfis búsetu og óleyfis framkvæmdir, en við lögðum þarna líka bara ríka áherslu á það að þegar við förum að stað með eitthvað slíkt, því að þetta fer auðvitað bara inn í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir 2026, að það verði þá góð kynning fyrir íbúa og þetta er allt saman hugsað sem stuðningu við íbúa, við gangandi og hjólandi og slíkt. Þannig að það stendur ekki til, held ég, hjá neinu okkar að fara að setja einhverjar íþyngjandi aðgerðir inn í íbúabyggð. Kæru þakkir fyrir þetta. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Nú hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 18. og 25. september vinsæla skeiðumerki og hér fara allar hendur á loft. Nú þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá fundarins, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. september og 3. október. Og nú, eins og yfirleitt alltaf, kæru bæjarfulltrúar, þá eru hér mál sem að þurfa sérstakt samþykki og hefur forseti yfirferð á þeim málum. Frá fundinum þann 19. september eru eftirfarandi mál sem þarf að samþykkja sérstaklega. Mál númer 1, Nesvellir, Móavellir, breyting á deiliskipulagi. Í þessu máli eru THG arkitektar að leggja fram tillögu að breyting á deiliskipulagi Móavalla 3 og 5.
Lagt til að byggingareitinni verði stækkar 50 cm til vesturs og austurs og að kjallari bætist við Móavelli 3 og 5. Hér hefur umhverfis- og skipulagsráð samþykkt breyting á deiliskipulagi sem þau telja varð ekki hagsmuni annar en umsækjanda og sveitarfélagsins. Orðið laust mál nr. 1. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykkt geta máli vinsalast gefumerki. Hér fara allar hendur á loft. Við höldum áfram mál nr. 3 Bergvegur 12 breyting á fjölgun íbúða úr 1 í 3. Hér verið að sækja eins og erindi ber með sér að fjölga íbúður 1 í 3 í einbýlishúsahverfi. Hér telur umhverfis- og skipulagsráð að umrædd breyting samræmist ekki skipulagsskilmálum sveitarfélagsins og hafnar erindinu fyrir sitt leyti en orðið laust þetta mál. Þessi samþykkt geta málið vinsalegast gefið merki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Mál nr. 4 Lindabraut 624 viðbygging. Þarna Reykjanesbær að sækja heimild til byggingar á viðbyggingu við Lindabraut 624 sem við þekkjum í daglegu máli sem Háaleitiskólann okkar. Þarna umhverfis- og skipulagsráð að telja að máli varð ekki hagsmuni annar en umsækjanda og sveitarfélagsins og samþykki breytinguna fyrir sitt leyti en orðið laust. Þessi samþykkt geta málið vinsalegt gefumerki og hér eru allir samþykkir. Mál nr. 6 ljósleiðarinn framkvæmdaleyfi. Hér ljósleiðarinn EHF að sækja framkvæmdaleyfi vegna lagningar á ljósleiðara að vatnstanki ofan við Eyjavelli, að tengistöð við Valhallabraut og að tengistöð við Flugvallabraut. Þetta mál hefur áður verið tekið fyrir af umhverfis- og skipulagsráði en upphaflega bókað að auglýsa þyrfti framkvæmdaleyfi með fyrirvarum grenndarkynningu án athugasemda en óskað hefur verið eftir því að falla frá grenndarkynningu. Hér því umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja í takt við 44. grein skipulagslaga að falla frá grenndarkynningu þar sem framkvæmdaleyfi varðar ekki aðra hagsmuni en umsækjanda og sveitarfélagsins en orðið að sjálfsögðu laust. Þessi samþykkt geta málið vinsalegt gefumerki. Hér fara allar hendur á loft. Við bregðum okkur yfir í fundin frá 3. október og byrjum þar á máli nr. 2 hreinsistöð í Höfnum. Í þessu máli umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja deiliskipular hreinsistöðar í Höfnum sem tekur til 648 fermetra lóðar þar sem verður hreinsistöð og dælubrunnur. Búið að grenndarkynna verkefnið en þarna bókað að mikilvægt sé að vanda allan frágang og lágmarka allt rask eins og hægt Orðið laust. Þessi samþykkt geta mál nr. 2 vinsalegt gefumerki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Mál nr. 3 Brekadalur 63 auki byggingamagn. Þarna verið að óska eftir að breikka byggingareit úr 10 í 11 metra og samhliða því að auka byggingamagn á lóðinu 24 fermetra. Þarna umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja erindi með fyrirvarum grenndarkynningu án athugasemda og einnig að stytta tímabil grenndarkynningar. Orðið laust. Þessi samþykkt geta málið vinsalegt gefumerki og hér eru allar hendur á lofti. Mál nr. 4 Greniteig 41 viðbygging. Þarna verið að óska eftir heimild til að reisa viðbyggingu við húsið að Greniteig 41 til að byggja þar svalir ofan á og umhverfis- og skipulagsráð samþykkir erindi með fyrirvarum grenndarkynningu án athugasemda og einnig að stytta tímabil grenndarkynningar. Orðið laust. Þessi samþykkt geta málið vinsalegt gefumerki. Hér fara allar hendur á loft. Orðið laust fundagerðina 2 að öðru leyti. Hér fara 3 hendur samtímis á loft í forseta grunar að Margrét Þórhans hafi verið fyrst. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 3. október. Liður 7, Dalshverfi annar áfengi breyting á deiluskipulagi. Umboð mótmælir harðlega þeirri stefnu meirihlutans að ganga sífellt á grænsvæði bæjarins til að mæta eftirspurn eftir lóðum. Enn og ný á að skerða grænt svæði í Dalshverfi. Rétt eins og áður var reynt í hverfinu, þar sem við í umboð mótmæltum harðlega og bókuðum sérstaklega gegn því á fundi bæjarstjórnar þann 17. desember 2024. Sú afstaða stendur óbreytt. Við teljum að þessi nálgun sé ekki aðeins slæm hugsun heldur skipulagsslys að hálfu meirihlutans, Framsóknar, Samfylkingar og beinna leiðar. Hún sýnir skýrt að meirihlutinn skortir bæði vilja og getu til að vinna skipulagsmál með framtíðarsýn,
Það er óábyrg stjórnsýsla að fórna grænum svæðum íbúa í skammtímahagsmunum í stað þess að tryggja að næg framboð lóða sé fyrir hendi með markvissari langtíma áætlun. Græn svæði eru lífsgæði sem íbúar eiga rétt á. Þau eru forsenda margra sem fjárfestu í húsnæði sínu í góðri trú að græn svæði yrðu áfram til staðar í nær umhverfinu. Í stað þess að efla þau til útivistar og samfélagslega notkunar þeim fórnað af meirihlutanum. Umboð krefst þess að horfið verði frá þessari skammtíma hugsun og að fari verði í ábyrga og framsýna skipulagsvinnu sem tryggir bæði fjölbreytt framboð lóða og vernd grænna svæða sem skipta íbúa miklu máli. Við munum því sitja hjá í þessum lið og ég óska að þetta verði bókað. Ég kem hérna síðan undir sömu fundagerð lið 12, Fitjabraut og Fitjabakki, gangandi og hjólandi umferð. Umboð fagnar því að loksins skuli vera komið á dagskrá að bæta göngu og hjólatengingar við verslunar- og þjónustusvæði á Fitjum. Umræddar tengingar eru lífsnauðsynlegar fyrir öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda, bæði íbúa Ásahverfis og þá sem sækja Krónuna og Byko daglega. Við í umboð höfum bent á þessa þörf í fyrri bókunum okkar og meðal annars ítrekað kallað eftir úrbótum á öryggi með umferðarljós og tengingum yfir Fitjabraut. Þrátt fyrir það hefur málið dregist á langinn. Nauðsynlegt að tryggja fjármagn strax og unnt verði að ljúka stígnum til norðurs og hanna lausnir til suðurs og í átt að Ásahverfi án frekara tafa. Umboð vil minna að meirihlutinn, Framsókn, Samfylking og Bein leið, tók nýlega umfram lán upp á 800 milljónir. Það því ekkert sem ætti að standa í vegi fyrir að hluti þeirra fjármuna verði nýttu til að tryggja öruggar og vistvænar samgöngu fyrir íbúa bæjarins. Umboð leggur líka áherslu á að máli verði afgreitt hratt og faglega á næsta fundi umhverfis- og skipulagsráðs. Að framkvæmdir hefjist til fyrsta enda hafa íbúar beðið nógu lengi eftir öruggum og vistvænum samgöngum á svæðinu. Ég óska að þetta verði bókað. Díana Hilmarsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Ég kem hér upp undir seinni fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. október síðastliðnum. Mér minnir að þetta sé annar fundurinn sem ég sit á þessu kjörtímabili og því kjör tækifæri að koma hérna upp og renni við nokkuð mál. Mál 1 var stefna ljósvist í Reykjanesbæ en Aron veiturstjóri kom á fundinn og kynnti stefnu ljósvist ásamt aðgerðaáætlun fyrir bæinn og óskaði eftir heimild til að halda áfram með málið sem honum var veitt. Stefna ljósvist mun tryggja betri nýtingu raforku, bæta lýsingu í nærumhverfi íbúa, öryggi og veljiðan þeirra og draga á ljósmengun og að ræða götulýsingu, stígalýsingu og skrautlýsingu. Og liður 2 var hreinsistöð í Höfnum sem Aron veiturstjóri kynnti einnig. Grenndarkynningu lokið og var þeim fyrirspurnum sem komu svarað. Að ræða dælubrunn og hreinsistöð. Þetta verkefni stórt skref í umhverfisvernd og með því að tryggja trausta fráveiturlaust fyrir íbúa í Höfnum sýnir bæjarfélagið ábyrgð gagnvart náttúruvernd og byggðaþróun. Það ekki verið að raska neinum minjum, stígurinn lagður ofan á nú þegar raska svæði og þetta þjónustustígur, ekki vegur, sem verður notaður 1 til 2 ári. Mér minnir að helmingarinn á Höfnum yrði hreinsaður með þessari stöð og hún þolir meira. Og önnur hús í Höfnum eru með aðra lausnir, svokallaðan demant, sem ég kann ekki nánari útskýringar á hvernig virkar. Og ég vil ítrykka það þjónustustíg að ræða ekki veg og ráðið samþykkti framkvæmdina og ítrykkaði mikilvæg þess að lágmarka rask á framkvæmdatíma og vanda allan frágang. Liður 6, Reykjanesbraut, breyting á aðalskipulagi. Tvöföldun Reykjanesbrautar lykilverkefni fyrir framtíð svæðisins. Hún snýst ekki aðeins samgöngur, heldur öryggi, atvinnulíf og framtíðarsýn. Og ráðið samþykkti að skipulags- og matslýsingin yrði auglýst og mér skilst að þetta fari í kynningu í mánuð og við getum nýtt þennan mánuð í að rýna þetta betur. Og þá kemur einnig speglun frá til dæmis Isavia, Katugó og Suðurnesjabæ. Þetta mál tengist aðeins inn í mál 9, þróunarsamningu Þórukot, varðandi hvaða uppbygging mun eiga sér stað á þessu svæði sem og akstursleiðir og ég tel mikilvægt að við skoðum það betur með vegagerðinni til þess að tryggja góða aðkomu.
og ég ætla það að hoppa yfir í 9. mál, en ráðið gerir ekki athugasemd við að gerður sé þróunarsamningur við félagið en óskar eftir að samningurinn sé lagður fyrir ráðið áður en til samþykkta kemur. Og umhverfis- og skipulagsráð bendir jafnframt á fyrirhugaða breytingu aðalskipulagi Reykjanesbæjar vegna tvöföldunar Reykjanesbrautar sem í vinnslu og getur haft áhrif á landnýtingu svæðisins. Og þá það mál 7, Dalskverfi 2, breyting á deiliskipulagi. En ráðið samþykkti að tillagan yrði auglýst. Það verið að bæta við lóðum í suðurhluta. Það verið að láta svæði norðan við Akurskóla vera. Það var hlustað á íbúa í hverfinu, grænsvæði venduð og óskir uppfylltar með sérbýli. Og svæði fyrir aftan Stapaskóla verður áfram opið á grænt svæði. Liður 11 var skipulagsmál skógræktar hjá sveitarfélögum, ályktanir Skógræktarfélags Íslands og við tökum vel í ábendingar félagsins og erum reiðubúin að skoða hvernig sveitarfélagi getur gert betur samkvæmt skipulagi á skógrækt og það fellur vel að grænni framtíðarsýn bæjarins. Bærinn hefur í aðalskipulagi tekið frá svæði til skógræktar og samþykkt skógræktaráætlun fyrst sveitarfélag á Suðurnesjum og við næstu endurskoðun aðalskipulags verður horft til svæðisáætlanir í landgræðslu og skógrækt í Reykjanesbæ. Patterson, Njarðvíkurheiðin og meðfram Reykjanesbrautinni, held ég sé að segja rétt frá, eru ekki skilgreind sem skógræktarsvæði, heldur sem opin svæði og það eru tækifæri þegar við endurskoðum aðalskipulagið að skilgreina þessi svæði sem skógræktarsvæði en ekki hafa þau sem opin svæði og á þessum 3 svæðum gert ráð fyrir 210.000 plöntum. Og liður 12, Fitjabraut og Fitjabakki, gangandi og hjólandi umferð. Það mjög mikilvægt að efla öryggi og aðgengi gangandi og hjólandi vegfarenda á þessu svæði og ráðið bókað að tryggja þyrfti fjármagn til að ljúka við göngu og hjólastíga til norðurs, teikna upp lausnir vegna tenginga til suðurs og við Ásahverfi og leggja fyrir næsta fund ráðsins. Takk. Takk fyrir þetta. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem hérna upp vegna fundagerðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. október 2025, 7. mál, varðar Reykjanesbraut, breyting á aðalskipulagi. Ég vil taka það fram strax að við í Sjálfstæðisflokknum höfum ákveðið að samþykkja að skipulags- og matslýsingin á breytingu á aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2020 til 2035 verði auglýst. Af hverju? Af því að það skipti máli að koma málinu áfram. Það ekki svo langt síðan að það kom ekki til greina að samþykkja þetta. Að okkar mati var bara hreinlega verið að loka á milli Ásbrúar og keyrslu niður í sveitarfélagið frá Reykjanesbraut, frá Fitjum og upp að flugstöð. Með samhentu átaki margra, og ég veit ekki hversu margir fundi á Sjálfstæðisflokknum hafa verið út af þessu máli, að þá hefur verið lyft grettistaki og vil ég líka þakka Vegagerðinni og VFSO og fleirum sem hafa komið að sem aðilar hinum megin frá að hafa unnið þetta með okkur. En betur má ef duga skal. Það sem að við eigum mjög erfitt með að samþykkja núna, og ég vil taka það fram að við viljum halda því sem komið er. Við verðum að átta okkur á því að þetta líka æð inn í sveitarfélagið okkar og tenging á milli Ásbrúar og ytri og innri Njarðvíkur og Keflavíkur. Það eru núna áætlaðar í Hlíðahverfi 2 og 3 900 íbúðir. Á þessari frábæri kynningu áðan Akademíureitin þá talað að 13.500 fermetrar eigi að fara undir íbúðarhúsnæði á Akademíureitnum sem einmitt við þjóðbrautina líka. Og ef við deilum með 100 sem ég reikna ekki einu sinni með vegna þess að við reiknum með minni íbúðum þar, að þá erum við að tala að það bara á þessu svæði þar sem fólk mun nota þjóðbrautina, þá erum við að tala rúmlega 1000 íbúðir. Ef frá talið miðstöð á
almenningssamgangna sem áætlað þarna sem ekki endalega ákveðið en gæti orðið. Það mikil áform uppbyggingu íþróttamannvirkja fyrir aftan Reykjaneshöllina og það áætlað töluvert mikið verslunar- og þjónusturými á Akademíureitnum. Ekki megum við gleyma að fólk úr mörgum hverfum og úr öðrum sveitarfélögum á Suðurnesjum að sækja Fjölbrautaskóla Suðurnesja og nota þjóðbraut. Önnur leið mjög snúin, nema þá helst þeir sem fara Njarðarbraut. Að öllu þessu sögðu, fyrir utan byggðina sem þarna, að þá þjóðbrautin dálítið hjarta í sveitarfélaginu. Við fundum það öll, ég held að það sé enginn sem ætlar að mótmæla því hér, að þegar að þjóðbrautin var lokuð, að þá risu bara horn og halar á marga. Það var bara hreinlega allt brjálað í sveitarfélaginu. Af hverju? Af því að Njarðarbrautin, hún bar þetta ekki, og svo verið að segja að það að koma ofanbyggða vegur, en við skulum þá átta okkur á því að með því þá þýðir það að það þarf að beygja inn á ofanbyggða veg og síðan að koma sér út. En þó hefur það áunnist, og það skal tekið fram, að það hægri beygja, þeir sem skilja hérna hvað ég að tala afsökunar því sem átti ykkur ekki á, að ef við erum að koma frá Grænás eða þar og erum að keyra Reykjanesbrautina og allir niður þjóðbrautina í Fjölbraut, þá núna hægt að taka hægri beygju niður þjóðbraut og það hægt að keyra síðan upp þjóðbrautina, ef við getum talað upp, og byggt til hægri. Þannig að þegar ég fer í sporthúsið, eigin hagsmunirnir hér, þegar ég fer í sporthúsið, bý í Hlíðahverfi, þá keyri ég upp þjóðbrautina, beygji til hægri, því að nú opið til beygji til hægri, keyri að mislægu gatnamótum við Aðaltorg og sný aftur tilbaka og kemst þannig innan hverfis í Reykjanesbæ. Og það verður þrátt fyrir ofanbyggðaveg. Þannig að mínu mati og okkar, þá teljum við að þar sem við erum að tala margar lífæðar Reykjanesbæjar, tala nú við ætlum að koma öllu fólkinu frá Vatnsnesinu, að þá sé gjörsamlega ómögulegt annað en að vera með tvöfalt hringtorg við þjóðbrautina eða mislæg gatnamót og ekkert að því að byrja með tvöfalt hringtorg. En við í Sjálfstæðisflokknum höfum ákveðið allavega að bóka þetta mál og ef að einhver bæjarbúi að hlusta á þetta, og ég tala nú ekki ef einhver fjölmiðill að hlusta á þetta, þá óska ég eftir því að vakin sé athygli á þessu. Þetta risamál fyrir okkur. Þetta eitt af þessum málum sem gæti runnið bara í gegn hægt og hljótt. Þannig að ef við náum sömu samstöðu og með öðrum breytingum sem hafa orðið, að þá náum við þessu í gegn. En bókun okkar sem sagt svona, með leyfi forseta. Sjálfstæðisflokkurinn samþykkir að skipulags- og matslýsing á breytingu á aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2020 til 2035 verði auglýst. Og ég ætla aðeins að stoppa hérna, þetta þýðir ekki samþykkt. Það bara að þetta fer í auglýsingu. Og þá held ég áfram, þrátt fyrir að mikið hefur áunnist og batnað frá fyrstu drögum, þá enn eitt stórt atriði sem að okkar mati gengur ekki upp, en það varðar gatnamótin við þjóðbraut. Í dag í byggingu eða fara fljótlega í byggingu við þjóðbraut rúmlega 1000 íbúðir. Tæplega 900 í Hlíðahverfi 2 og 3 og síðan fjöldi íbúða á Akademíureitnum. Auk þess á að byggja upp verslunar- og þjónustukjarna á Akademíureitnum sem og miðstöð almenningssamgangna. Nú þegar liggja einnig fyrir áform mikla uppbyggingu íþróttamannvirkja aftan við Reykjaneshöll sem einnig við þjóðbraut. Þá rétt að nefna að þessi gatnamót eru notuð af fjölda bæjarbúa og annarra Suðurnesjamanna sem sækja Fjölbrautaskóla Suðurnesja daglega.
Vegna framangrins sjáum við það hreinlega ekki ganga upp að breyta gatnamótum Reykjanesbrautar / þjóðbrautar eingöngu í beygjuakrein til hægri frá þjóðbraut og hægri beygju frá Reykjanesbraut. Vonustu því eftir að í heild verði haldi áfram með það sem kemur fram í skipulags- og matslýsingu en að bætt verði við hringtorgi eða mislægum gatnamótum við þjóðbraut / Reykjanesbraut. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. Og ég hef þegar sendt þessa bókun til ritara fundarins. Gerða ekki fyrir þetta, Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna undir, það má segja ég sé að koma undir báðum fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs. Í fyrri fundargerðinni þá liður númer 7 sem Fitjabraut, gangandi og hjólandi umferð. Þar var tekið fram að umhverfis- og skipulagsráði tók vel í erindi að tryggja örugga leið fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur á svæðinu og drög að legu göngu- og hjólastígs lægju fyrir. Og þarna var svona kannski ekki sett í fundargerð en þarna var talað að á næsta fundi myndum við sjá hvernig ætti að ljúka við svæðið fyrir gangandi og hjólandi Ásbrú og Ásahverfis og Innri Njarðvíkur inn á þetta svæði hjólastíga og göngustíga. Þetta svæði sem sagt orðið hættulegasta svæði Reykjanesbæjar, þar sem nýtt hringtorg sem ekki búið að klára. Það ekki komin gangbraut sem sagt yfir hringtorgið, þó það sé gangbraut sunnar að þá fólk að hlaupa og börn að hlaupa yfir hringtorgið nýja og það þarf að fara að leysa það hvernig á að ganga frá Ásahverfi og frá Innri Njarðvík að þessu nýja verslunarsvæði Krónunnar. Á þeim næsta fundi sem var síðan 3. október þá það liður númer 12, Fitjabraut og Fitjabakki og þar kom teikningar og áætlun kostnað út af göngu- og hjólatengingum en hvergi var að sjá neitt hvernig ætti að loka þessu sunnamegin. 2024 þá unnum við mjög flotta og greinagóða umferðaröryggisáætlun Reykjanesbæjar. Á fundi þar sem við kynntum hana þá taldi ég upp hvað var fundið að í bænum okkar og með leyfi forseta þá ætla ég að hlífa ykkur við því að lesa það aftur upp en ef þið farið á já.is þá getið þið séð þær götur sem talað en það hver einasta gata í Reykjanesbæ sem eitthvað ábótavant í umferðaröryggisáætluninni. Seinna kom hér á fundi bæjarfulltrúi Halldóra Fríða og sagði að það væri búið að gera helling í umferðaröryggismálum. Þannig ég væri til í að fá að vita hvað búið að gera í umferðaröryggismálum, hvað búið að leysa af þessari umferðaröryggisáætlun og verandi í umhverfis- og skipulagsráðinu að þá finnst mér það óviðunandi að starfsfólkinu sé settur alltaf þessi einhvern veginn eða þau eru fengin til þess að gera bara einhvern veginn eitthvað eins og þetta hringtorg sem var sett á Njarðarbraut sem mér fannst og það leynist engum að mér fannst það ekki á réttum stað fallegt hringtorg, ekkert af því og búið að leysa örugglega heilan helling og þetta var hættulegt svæði en eftir að það kom þá orðið ennþá hættulegra að komast frá Njarðarbraut og niður á Fitjabraut gegnum Fitjabakkann. Það verður að leysa þetta stór hættulegt og það eru því tvær spurningar sem mér langar til þess að
spyrja. Mér langar að vita hvað búið að gera í umferðaröryggismálum og mér nú sagt að á næsta umhverfis- og skipulagsfundi eigum við að fá loksins kynningu á þessu og við létum nú bóka það ráðið að það yrði að koma á næsta fundi. Og svo næsta, hvenær ætlum við, og þetta setning sem var sögð við mig í síðustu viku, hvenær ætlum við að hætta að reka þetta samfélag og þennan bæ eins og þrotabú og fara að hugsa kannski til framtíðar, hugsa þetta svona lógískt. Kannski forseti tekur til máls hér út af því að bæjarfulltrúi Guðbergur beindi ekki spurningu sínum að einhverjum ákveðnum. En fínt forseti getur tekið boltan allavega tímabundið hérna. Hér voru 2 spurningar settar fram. Önnur var hvað við búin að gera í umferðaröryggismálum og út af því að þú ræddir sérstaklega Fitjabakka og það svæði áttu við umferðaröryggismáli nálægt því hverfi, þetta meina heildrænt allt sveitarfélagið. Ég áttaði mig ekki alveg á hvað þú varst að biðja kæri bæjarfulltrúi Guðbergur í seinni hver rekstu þrotabús. Hvernig rekum við rekstu þrotabús í stað til framtíðar? Ég bara fyrirgefðu, ég átta mig ekki alveg á hvað þú varst að meina, en hver getur svarað því? En það var kannski fínt að fá áttur við umferðaröryggismál í heild sinni eða nálægt þessu hverfi sem að þú ræddir hér. Guðbergur Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúi fyrirgefið þetta. Ég auðvitað bara að spyrja meirihlutann og þann sem tala fyrir meirihlutann hvenær á að laga bæinn að þessari umferðaröryggisáætlun og það þá kannski þriðja spurningin. Ætlum við ekki örugglega að koma þessi lag á Njarðarbraut, Fitjabraut og Fitjabakka? Og hvað hefur verið gert í umferðaröryggismálum frá því að þessi umferðaröryggisáætlunar skýrsla kom út? Og þessi þriðja spurning með þrotabúið, hún svona huglagt bara ábending. Hér hefur formaður bæjarráðs Halldóra Fríða beðið orðið, en kannski að forseti fari og kannski hnykki á því hér áður varðandi Fitjabraut og Fitjabakka. Hér eru við að ræða fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs þar sem segir orðrétt tryggja þarf fjármagn til að ljúka göng- og hjólastíg til norðurs, teikna upp lausnir vegna tenginga til suðurs og við Ásahverfi og leggja fyrir næsta fund umhverfis- og skipulagsráðs. Þetta eru skilaboð frá ráðinu sem að hittist núna fyrir 4 dögum síðan. Þannig að þetta vinslan í málinu. Það verið að undirbúa gögn fyrir næsta fund hvað liggur þarna fyrir. Þetta eins og þið viti, kæru bæjarfulltrúar, framkvæmd sem tekin inn hérna í október og ekki fjárhagsáætlun. Þannig að þegar það liggur fyrir konkrét tillaga þetta mál, þá að sjálfsögðu verður því eðlilega að vísa til bæjarráðs í framhaldinu. Halldóra Fríða, kjörsveit. Virðulegi forseti. Hér spyr bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson hvað búið að gera í umferðaröryggismálum. Á sama tíma leggur hann hér fram að hann hafi spurt þessara spurningar á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs. Þar var hún bókuð og það verður tekið til afgreiðslu. Hér skrifa ég hjá mér, við fáum svör á næsta fundi. Þannig að ég vænti þess að verið sé að taka saman, við getum farið hér fjallað hvað skýtur upp í kollinum, af því að venjulega þá það þannig eins og kemur fram í samþykktum að þá á að beina
eða senda spurningar með góðum fyrirvara þannig að maður geti aflað sér upplýsinga. Þannig að ég treysta það að bæjarfulltrúi Guðbergur fái svör við hans spurningum á næsta fundi umhverfis- og skipulagsráðs. Annars hefði þurft að senda þetta þannig að væri hægt að taka þetta saman með almennlegum hætti. Það kannski engum greiði gerður með því að við séum hér að telja upp bara það sem að okkur dettur í hug svona. Hin spurningin, hvenær ætlum við að hætta að reka samfélagið eins og þrotabú og fara að hugsa til framtíðar? Ég svolítið hugsi yfir þessari spurningu af því að ég held að nú er ég búin að búa hér í þessu sveitarfélagi á 3. áratug. Ég held ég hafi bara aldrei séð aðra eins framkvæmdir eins og í gangi hérna núna. Við erum aldeilis að gera áætlanir til framtíðar. Við vorum hér að hlýða á kynningu reit sem hefur ekki verið byggður. Það var kynningafundur hérna fyrir bæjarstjórn. Við erum í mikilli vinnu varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja á afreksbraut. Við erum að byggja hér leikskóla. Við erum í fjárfestingaáætlun sem fer núna að líta dagsins ljós fyrir næsta ár sem við vinnum hérna hverju ári. Og það meðal annars fjallaði það að setja fjármagn í þessi umferðaröryggismál sem hér hafa verið nefnd. Þannig að ég veit ekki hvaða þrotabú rekið þannig að það sé brjálæðislega mikið í gangi. Þannig ég nægi ekki utan þetta. Orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagssviðs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs og tekur forseti hér stutt fundarhlé.
Fundur bæjarstjórnar hér aftur settur og orðið hefur beðið bæjarfulltrúan Margrét Sanders. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Samstaða flytur fjöll. Samstaða verður til þess að við náum árangri, eða eigum ekki að segja meira árangri. Bæjarstjórn ekki alltaf sammála, enda værum við þá öll í einum flokki, stjórnmálaflokki, en góð mál getum við staðið saman. Og mér bæði ljúft og skylt að draga tilbaka bókun Sjálfstæðisflokksins Reykjanesbraut og breytingu á aðalskipulagi, því að þetta þjóðþrifamál að okkar mati, þið heyrið að þetta ekki bara Reykjanesbær, heldur skiptir miklu fleiri aðalamáli. Þarna erum við sammála og belti fyrir mér, frú forseti, hvort það þurfa að lesa alla bókunin upp aftur. Það þarf að lesa hann upp aftur, ég gera það hraðar en áðan, til þess að þarna, að því að þetta auðvitað endurtekning að sumu leyti, en það þarna viðbót líka varðandi öryggismál, mjög góð viðbót. En ég dreg sem sagt fyrri bókun tilbaka og nú mun bæjarstjórn Reykjanesbæjar, hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar ákveðið að leggja fram sameiginlega bókun varðandi Reykjanesbraut breytingu á aðalskipulagi sem hljóðar svo með leyfi forseta. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að skipulags- og matslýsing á breytingu á aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2020 til 2035 verði auglýst. Þráttur að mikið hefur áunnist og batnað frá fyrstu drögum þá enn stórt atriði sem að okkar mati gengur ekki upp en varðar gatnamótin við Þjóðbraut. Í dag í byggingu eða fara fljótlega í byggingu við Þjóðbraut rúmlega 1000 íbúðir, tæplega 900 í Hlíðahverfi 2 og 3 og síðan fjöldi íbúa í Akademíureitnum. Auk þess á að byggja upp verslunarþjónustukjarna á Akademíureitnum sem og miðstöð almenningssamgangna. Nú þegar liggja fyrir áform mikla uppbyggingu íþróttamannvirkja aftan við Reykjaneshöll sem einnig við Þjóðbraut. Þá var rétt að nefna að þessi gatnamót eru notuð af fjölda bæjarbúa og annarra Suðurnesjamanna sem sækja Fjölbrautaskóla Suðurnesja daglega. Bæjarstjórn vil einnig benda á mikilvægi gatnamótana við viðbragðsaðila, slökkvilis og lögreglu sem nýtir veginn oft á dag. Teljum við það mikilvægt öryggismál að halda Þjóðbraut óbreyttri með hringtorgi. Vegna framangreins sjáum við það hreinlega ekki ganga upp að breyta gatnamótum Reykjanesbrautar Þjóðbrautar eingöngu í beygjuakrein til hægri frá Þjóðbraut og hægri beygju frá Reykjanesbraut. Bæjarstjórn vonast eftir því að í heild verði haldið áfram með það sem kemur fram í skipulags- og matslýsingu en að bætt verði við hringtorgi eða mislægum gatnamótum við Þjóðbraut / Reykjanesbraut fyrir öryggi og uppbyggingu Reykjanesbæjar. Og undir þetta ritar öll bæjarstjórn Reykjanesbæjar og ég vil þakka fyrir þessa samstöðu. Kærar þakkir fyrir þetta. Það kannski eitt sem að forseti tók eftir í bókunni að bætt verið við hringtorgi, þarna vissulega hringtorg, en þarna var pottþétt átt við tvöfalt hringtorg. Orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Hér kvótinn mettur, sér forseti. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefið þess merki og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir þetta og fyrir góða bókun bæjarstjórnar. Nú þá erum við komin að þriðja máli á dagskrá fundarins okkar hér í kvöld, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 23. september síðastliðnum og hér Valgerður Björk Pálsdóttir með upprétta hendi. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Sem fulltrúi í IT-ráði langaði mig bara að fara aðeins yfir fundargerðina, svona helstu atriðin sem komið þar fram. Við fengum kynningu á Hlíjunni sem lágþarfaskulda þjónusta fyrir ungmenni sem hélt ræðum í síðustu bæjarstjórn, þannig að ég ætla ekki að tala það aftur þó að við höfum verið rosalega ánægð með kynninguna í IT-ráði. Svo farið við lýðheilsu og forvarnaviku Reykjanesbæjar sem var að ljúka. Hún tókst mjög vel.
fullt af fjölbreyttum viðburðum sem fóru fram á vegum bæjarins og annarra. Þriðja mál á dagskrá var fjárhagsáætlunarvinnan, en þar tók íþrótta- og tómstundafulltrúi saman svona þær beiðnir sem hafa borist á árinu frá íþróttafélögum. Við höfum ekki ennþá fengið í IT-ráði nákvæman ramma, en það sem sagt nokkur atriði sem er búið að ákveða að setja inn í núverandi fjárhagsramma sem eru meðal annars að hvatagreiðslur verða hækkaðar, þjálfarasamningar einnig og gert ráð fyrir að fjármagna að einhverju eða öllu leyti stöðugildi fyrir framkvæmdastjóra Íþróttabandalags Reykjanesbæjar. En ráðið hefur undanfarin ár óskað eftir því, en Íþróttabandalag Reykjanesbæjar sem sagt samstarfs- og samráðsvettvangur allra íþróttafélaga í Reykjanesbæ. Þannig að það eru svona regnhlífa samtök sem vinna að því að efla íþróttastarf í bænum, samræma hagsmuni félagana og vera tengiliður á milli þeirra og sveitarfélagsins. Þannig að við sjáum fullt af áhugaverðum verkefnum og mikilvægum sem að framkvæmdastjóri gæti sinnt. Og ef við tengja kannski yfir í mál númer 5 sem framtíðaruppbygging íþróttamannvirkja og svæða við afreksbraut, að þá einmitt ræddum við aðeins á fundinum hugmyndir hlutverk í framkvæmdastjóra IRB í svona samræmingu á svona, að vera eins konar framkvæmdastjóri yfir þessu vonandi nýja íþróttasvæði sem mun rísa þarna á næstu árum. Annars var svona ekkert rosalega mikið kannski að frétta á IT-fundinum varðandi framtíðaruppbygginguna. Eva Stefánsdóttir formaður IT-ráðs og formaður samráðshópsins verkefni fór svona léttilega yfir stöðu verkefnisins akkurat núna, en ég veit að starfshópurinn hefur svona komist að einhverju niðurstöðu sem eru svona kannski drög að hvernig svæðið mun líta út til framtíðar, en það fer örugglega núna bara bráðum sína leið innan kerfisins. Veit ekki hvar þetta byrjar hjá okkur IT-ráði eða bæjarráð, bæjarstjórn. Þannig að það verður bara spennandi að sjá örugglega bara allar næstu dögum eitthvað útkomu úr því. Að lokum má nefna að við ályktuðum að það yrði sem sagt keypt snjóruðningstæki til að þjónusta út í gervigrasvöllinn vestan Nettóhallar sem allra fyrst, þar sem við eigum ekki slíkt tæki og það að koma vetur. Og í því samhengi má þetta bara minna á bókun bæjarstjórnar frá því fyrir sumar að gera svona þær úrbætur á knattspyrnuvöllum bæjarins fyrir næsta sumar, og í kannski því samhengi vil ég bara óska sameiginlegu liði Njarðvíkur og Grindavíkur í kvennaboltanum innilega til hamingju með að vera komin upp í bestu deild sem og karlaliði Keflavíkur í knattspyrnu. Þá hefur við bara lokið máli mínu. Kærar þakkir fyrir þetta. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég kem hér undir fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs og vil nú kannski bara byrja á að taka undir hamingjóskir sem að bæjarfulltrúi Valgerður kom með hér til knattspyrnu liðan okkar sem að unnu sér upp í efstu deild sem ánægjulegt. En ég ætlaði að koma hér fyrst kannski undir lið 3, fjárhagsáætlun, Íþrótta- og tómstunda og ráðs. Þar eins og oft hefur verið langur listi af óskum og verkefnum sem að íþróttahreyfingin óska eftir, og þarna svo sem líka kannski önnur mál sem ekki kannski beint íþróttahreyfingin sjálf óska eftir, heldur heyra undir þetta svið eða sett undir þetta svið. En ég ætla bara að vera með svona eina netta áskorun á okkur öll að í vinnu í fjárhagsáætlunina þá verðum við nú með eins opinn huga og reynum að verða við eins miklu og reynum að stytta þennan lista einu sinni svolítið almennilega.
En að því að bæjarfulltrúi Valgerður nefndi hérna íþróttabandalagið, þá hafa orðið töluvert mikla breytingar á stöðu íþróttabandalagsins. Það ekki lengur bara svona einhver regli og samtök sem eru bara, heldur hefur færst mikil ábyrgð inn á bandalagið. Bandalagið orðið aðili að UMFÍ og ISÍ sem áður voru félögin sjálf voru beinir aðilar. Þannig að það hefur töluvert starfsemi komið inn sem og heyrir núna beint undir bandalagið. Þannig að það þarf svolítið að standa vörð það og reyna að efla þá starfsemi sem þar En svo ég hérna með undir lið 6, gervigrasvöllur. Við hér með, ég ætla bara að segja, glæsilegan gervigrasvöll. En eins og staðan núna, að þá eigum við ekki og höfum ekki aðgang að tækjum til þess að hreinsa völlinn, því þó að það kemur fyrir að snjóar hérna og þá þarf að vera hægt að hreinsa hann og það getur bara verið varasamt að gera það ekki með réttum græjum því að það kostar peninga ef við förum að skemma hann og við viljum alls ekki að það gerist. Þannig að við hér, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, hér með bókun sem ég ætla að fá að lesa upp með leyfi forseta. En það 6. mál, gervigrasvöllur, vetrarþjónusta. Reykjanesbær tók í notkun nýjan gervigrasvöll í byrjun október 2021. Samið var við verktaka að hreinsa snjó af vellinum en í september 2024 sagði verktakinn upp samningum og hefur ekki verið nein vetrarþjónusta við völlinn síðan. Iðkendur, foreldrar og stjórnendur hafa unnið að snjóhreinsun síðan þegar þörf hefur verið á og nota til þess sem að mati aðila þeirra sem til þekkja geta verið, nota til þess verkfæri sem að mati aðila sem mati allra þeirra sem til þekkja geta verið skaðleg fyrir gervigrasið. Beiðni liggur fyrir að skoðað verði að fjárfesta í eigin tæki sem gæti nýst að auki við snjómokstur á fleiri stöðum. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að strax verði farið í að kanna hvort hægt sé að semja við verktaka sem fyrst eða hvort fjárfesta skuli í eigin tæki. Ekki sé hægt að bíða eftir fjárhagsáætlun og 9 ári til umbóta, enda ekki hægt að treysta á að það verði óafturkræf skemmd á grasinu með notkun á ófullnægjandi búnaði við snjómoksturinn. Og undir þetta rita fulltrúar Sjálfstæðisflokksins Alexander Ragnarsson, Margrét Sanders og Guðbergur Reynisson. Og óska eftir að þetta verði bókað. Orðið laust, kæru bæjarfulltrúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkja þetta fundargerðina vissulega skefur þessu merki. Og hér fara allar hendur á loft. Við höldum áfram fundinum okkar og erum komin að 4. mál á dagskrá fundargerð sjálfbærniráðs frá 24. september. Orðið laust fundargerðina. Forseti fer kannski aðeins yfir dagskrána. En í máli nr. 1 sjálfbærnimál og endurheimt votlendis fékk sjálfbærniráð Bryndísi Marteinsdóttur frá Land og skógum á fundinn sem að fór yfir helstu tækifæri og áskoranir varðandi vernd og endurheimt votlendis og vistkerfa, landgræðslu og skógrækt í Reykjanesbæ. En svona ástæðan fyrir að við vildum hitta þessa frábæru konu var að kanna hvort að Reykjanesbær væri með eitthvað landsvæði sem skilgreint votlendi sem hægt var að endurheimta en svo blessunlega ekki. Við erum ekki með neinar framræstar mýrar sem við þurfum að endurheimta en við erum hins vegar með votlendi sem við getum verndað að hluta til. Og það eru svæðið við Fitjarnar til móts við Víkingaheima, Tjarnirnar okkar í Innri-Njarðvík og Seltjörn. Verndun votlendi spurði, hvað þýðir það?
Þannig verið að einblína á að fjarlægja óæskilega tegundir af gróðri, halda svæðinu hreinu og hugsa vel svæðið. En þetta var mjög góður fundur með henni Bryndísi og komumst við meðal annars að því að við eigum fullt af rofnu mólendi. Ég var bæjarfulltrúi að vita hvað það en það eitthvað sem við getum endurheimt með lífrænum áburði og minnka þannig rask og jafnvel farið í að endurheimta birkiskó sem talið að hafi verið hér á árum áður. Nú, við erum stórhuga í skógræktarmálum. Það búið að vinna hér frábæra skógræktaráætlun og oft heyrir forseti spurninguna af hverju eru ekki að planta trjám út allt, það er svo hvasst hérna, það einmitt út af því. Fyrst þarf að fara í uppgræðslu og landgræðslu áður en að skógrækt getur hafist og það eitthvað sem við munum fara að gera. En við erum með skilgreint Reykjanesbæ 3 svæði sem við getum notað sem útivistarskóga og við plöntum 22.000 plöntum núna í ár. Þannig að það heldur betur verið að fara af stað og nú erum við líka að fá, núna á föstudaginn fyrirtækið Atnort að fara að planta öðrum 20.000 plöntum hér á svæðinu. En markmið okkar háleitt fyrir þessi 3 útivistarskógsvæði eða 210.000 plöntur fyrir svæðin 3. Þannig að við höfum 10 ár til stefnu ef við plöntum 20.000 á ári. Þannig að það heilmikið framundan. Nú, sjálfbærnivika var haldin á Suðurnesjum 25. september til 1. október til að vekja áherslu á hvernig sjálfbærnin stendur sig með okkur í daglegu lífi og hvernig við getum stuðlað að sjálfbærni í öllum okkar störfum. Í máli númer 3 tókum við fyrir kosningaskýrslu sjálfbærniráðs undirbúningur fyrir fjárhagsáætlun en eins og þið glöggt munið þá gaf sjálfbærniráð út kosningaskýrslu bætta kosningaþátttöku og þarna verið að kostnaða með þetta þær tillögur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem verði í maí. Þannig að þetta í vinnslu og mun síðan fara inn til bæjarráðs til afgreiðslu eða synjunar tillaga 1 og tillaga 2 hvernig við getum bætt kosningaþátttöku vonandi. Nú að lokum grenndarstöðvar. Við erum að fara að fjölga grenndarstöðvar og breyta aðeins staðsetningar en ásýnd og aðgengi verður einnig bætt og flokka verður í 9 flokka. Þannig að þið getið haldið áfram að flokka eins og dagurinn sé vindur eða eitthvað slíkt gáfulegt. En við munum meðal annars reyna að setja 2 stöðvar fyrir framan verslanir til að auðvelda fólki aðgengi að flokkunarstöðum. En orðið laust fundargerð sjálfbærniráðs. Hér hefur enginn hvað sér hljóðs sem samþykkt geta fundargerðina við skeiðmerki og hér fara allar hendur á loft. Nú þá erum við komin að 5. mál á dagskrá fundarins, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 24. september. Orðið laust. Alexander Ragnarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég kem hér undir fundargerð atvinnu- og hafnaráðs sem var einnig 300. fundur ráðsins sem alltaf svolítil varða þegar og eru ákveðin tímamót. En mér langaði nú bara aðeins að koma hér undir þessum til lið 2, Njarðvíkurhöfn dýpkun. Ég hef nú fengið svolítið margar spurningar stöðuna á dýpkuninni en henni að ljúka þessum áfanga og ég svo sem hef ekki nákvæma en það sennilega í þessum mánuði eða í byrjun næsta sem að þessari aðgerð lýkur. Svo hér skemmtiferðaskipin sem við fengum í sumar og við fengum 4 skip þetta sumarið til okkar og ef ég man rétt þá held ég að í þeim hafi verið 822 farþegar frá 26 löndum og ég held að þetta hafi bara gefið bæjarbragnum ákveðið líf og okkar vonir eru til þess að þetta muni bara aukast og ég held að þetta
sé skemmtileg og góð tilbreyting fyrir okkar bæjarbrag og fullt af tækifærum í kringum þetta, ferðaþjónustu og annað. Og það eru uppi hugmyndir að bæta aðstöðuna í Keflavíkurhöfn og við vonumst til þess að sjá þetta bara enn öflugra næsta sumar. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið er laust. Forseti vill koma hér aðeins upp undir lið 3 og 4, Helguvíkurhöfn, Suðurbakki og Olíubryggja. En hér eins og bæjarfulltrúar hafa glöggt lesið að fara af stað heljarinnar uppbygging í Helguvíkjun okkar. Það sem meðal annars verið að endurbyggja upptökubraut eða ramp fyrir þau okkar sem eru úr Keflavík sem kemur á milli Stálþilsbryggju og Olíubryggju. Mannvirkið 48 metra langt og 6 metra breitt en þarna verið að rýna í valkosti við endurbætur við sjóenda rampsins. Í máli 3 Suðurbakki verið að rýna öryggissvæði sem fyrirhugað og sett fram drög að samkomulagi uppbyggingu eldsneytisbirgðastöðvar og hafnaraðstöð í Helguvík. Þetta risastórt verkefni fyrir okkur og gleðilegt að hérna verið að koma með þetta stóra verkefni í höfnun okkar. En þetta uppbygging fyrir fleiri milljarða og risastórt verkefni. Þannig að það vantar ekki bjartsýnina í Helguvíkjun okkar sem mjög gleðilegt. Forseti vill einnig koma hérna aðeins upp undir mál 7 skemmtiferðaskip og taka undir ánægjuraddir Alexanders sem bæjarfulltrúa sem situr í atvinnu- og hafnaráði. En þetta vissulega tækifæri fyrir okkar sveitarfélag og Suðurnesin öll að efla og koma fram með ferðaþjónustu, tækifæri fyrir ný fyrirtæki að koma til okkar eins og veitingastaði og sérstaklega fyrirtæki með afþreyingu. Því ef að vel tekst til þá þetta bara byrjunin á risastórum samningi og atvinnu- og hafnaráð allavega mjög bjartsýn á fleiri komur þannig að þetta bara gott tækifæri fyrir okkar sveitarfélag. Kærar þakkir fyrir þessa framtíðarsýn. Þetta mikilvægt að það verið að horfa í þessa átt til að efla bæinn okkar. En hér hafa ekki sérstæðar hendur og ber ég því fundargerðina upp til samþykktar. Og hér 11 hættur á lofti. Kærar þakkir fyrir það. En kæru bæjarfulltrúar, hér við komin að 7. og síðasta máli á dagskrá fundarins okkar í kvöld. Það fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 27. september. Orðið laust. Trausti Argrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarbúar, kemur undir fundargerð menningar og þjónusturáðs 27. september og fara yfir fyrsta mál byggðasafns Reykjanesbæjar. Safnstjóri byggðasafns Reykjanesbæjar mætti á fundinn og fór yfir erindið sem 50 ára afmæli byggðasafnsins og hugmyndin sú að vera með ljósmyndasýningu í bíósalnum í Dús og byggðasafnið á hátt í 1 milljón ljósmyndir en það skannað tæplega 70.000 myndir og telja sem mjög mikilvægt að við tryggjum þessu verkefni fjármagn þar sem að þetta bara stór partur af okkar sögu og elsta myndin sem að safnið á 150 ára gamalt. Og það sem sagt, óskað eftir auknu fjármagni í þetta verkefni 26 og 27. Svo annað mál, fjárhagsáætlun 2006, það kannski svona helstu punkta sem að okkur finnst mikilvægt að tryggja fjármagn í. Það starfsmaður í viðburðarhald, eins og staðan hefur verið, þá hefur bara verið verktaki sem við sinnt þessu og gefur ekki kost á sér í áframhaldandi vinnu og telja mjög mikilvægt að við séum einhvern starfsmann sem að sinnir þessum verkefnum og þessu tengdu að þá óskað eftir auknu fjármagni í hátíðarhöld 17. júní, sömuleiðis barna- og ungmennahátíð. Og telji mikilvægt að segja að svona okkar
hvernig sagt, svona, þetta sem að íbúar vilja, þeir sækja þessa hátíðar 17. júní og barna- og ungmennahátíð og finnst mér bara mjög mikilvægt að sé bara auki fjármagn sé tryggt í þessu hátíðar og til dæmis eins og 17. júní, ég held að sé búið að sama budget þar síðustu 10 ár, ekkert að hækka og mikið af fjármagn sem að reyrnamert í þetta fyrir uppsetningar sem að fer í verkefni sem umhverfis skipulagssvið að sinna fyrir menningar og þjónustu svið. Já, þriðja mál, nýtt götukort. Það glemdi ég á borðinu þarna. Ég ætla að sýna ykkur það. Já, það sem sagt verið að vinna nýtt götukort í samstarfi Mike Hall kort og hönnuð sem hugsaður í ferðamenn og mun þetta bara aðstoða Reykjanesbæ að koma sér á kortið þegar öll þessi skemmtiferðaskip koma á næsta ári. Fjórðamál, stapinn 60 ára. Það verður vegleg dagskrá hérna, hér 23. október og hveti bæjarfulltrúa og bæjarbúa að mæta. Fimmta mál, það er menningarverðlaun 2025 Súlan, menningar og þjónustur á Reykjanesbæjar óskar eftir tilnefningum vegna menningarverðlauna 2025 og bæjarbúar og bæjarfulltrúa þeir hafa eitthvað í huga og endilega hafa samband við menningarfulltrúa á Reykjanesbæjar. Og sjöunda mál, vekja athygli á safnahelgi á Suðurnesjum 11. til 12. október. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð menningar og þjónusturáðs. Forseti vill koma hér á framfæri hamingjóskum til byggðasafns Reykjanesbæjar með 50 ára afmæli sitt og hamingjóskum til Stabans sem er 60 ára og vel gert að byrja að smíða góð partí fyrir löngu síðan. Heyriði, fundargerðin borin hérna upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skefið merki. Hér fara allar hendur á loft. Kæru bæjarfulltrúar, nú hefur formleg dagskrá bæjarstjórnar verið tæmd. Fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og því lýsi ég bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar númer 704 hér slitið.